Þá það 50 liður á dagskrá jafnréttisstefna Akureyrarbæjar 2011 til 2015. Silja Dögg Baldursdóttir, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Samfélags- og mannréttarráð leggur til við bæjarstjórn að ráðist verði í endurskoðun jafnréttisstefnu Akureyrarbæjar í samræmi við ákvæði laga jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, númer 10/2008. Þar stendur meðal annars: jafnréttisáætlanir skulu vera lagðar fram til samþykktar í viðkomandi sveitarstjórn eigi síðar en ári eftir sveitarstjórnarkosningar. En áður en ég legg fram bókum langar mig aðeins að tala staðreyndir. Mér langar að hrósa okkur hér í Akureyrarbæ fyrir að standa okkur nokkuð vel í jafnréttismálum. Ég ætla að nefna nokkur dæmi. Jafnréttisnefnd var skipuð á Akureyri árið 1982 fyrir 33 árum síðan. Fyrsta jafnréttisáætlun var gefin út 1989. Jafnréttisfulltrúi var ráðinn til starfa árið 1991 og var það í fyrsta sinn sem ráðið var slíkt starf hjá Íslensku sveitarfélagi. Akureyrarbær hlaut jafnréttisviðurkenningu Jafnréttisráðs þegar hún var veitt í fyrsta skipti árið 1992. Samkvæmt jafnréttisvoginni frá Jafnréttisstofu árið 2008 er Akureyri það sveitarfélag landsins þar sem staða kynjan hvað jöfnust. En það Samfélags- og mannréttarráð sem fer með hlutverk jafnréttisnefndar og til upplýsingar þá tók jafnréttisráðgjafi saman upplýsingar kynjahlutfall í fastanefndum og bæjarstjórn eftir kosningar í vor 2014. Skipting nefnda nokkuð jöfn. Það 53% karla og 43% konur. Það stærra bili hjá áheyrnarfulltrúum en það 67% konur og 33% karla. Eins í formennsku nefnda þá eru 6 karlar formenn á móti 3 konum. Í dag eru 6 af 11 bæjarfulltrúum konur og í fyrsta skipti í sögu bæjarstjórnar sem meirihlutann eru konur, það að segja kosnir bæjarfulltrúar. Á síðustu jafnréttisáætlun sem var sett fram árið 2011 var lögð áhersla á afnám staðalímynda og ég ætla að fara stuttlega yfir verkefni tengt því. Boðið var upp á fræðslu fyrir stjórnendur þar sem flétta var saman umræðum kynjaskiptingu í störfum og staðalímyndum. Fræðslan var haldin í samstarfi við Jafnréttisstofu. Samfélags- og mannréttarráð beindi sjónum að fræðslu staðalímyndir í grunnskólum bæjarins veturinn 2012-2013. Verkefni var unnið í samstarfi við Jafnréttisstofu og skóladeild og ráðinn var verkefnisstjóri í tímabundið hlutastarf til að leiða verkefni. Áhersla var lögð á fræðslu og ráðgjöf til starfsfólks skólana á grundvelli jafnréttisáætlana. Sett var upp dagskrá í hverjum skóla og þannig reynt að mæta þörfum þeirra. Öldrunarheimilin unnu sérstaklega með staðalímyndir í tengslum við átaksverkefni að ráða fleiri karla til starfa. Sú vinna fléttast inn í vinnu starfshóp störf öldrunarheimilisins í framtíðinni. Fleira var gert samkvæmt síðustu áætlun eins og allar stofnanir bæjarins þar sem starfa fleiri en 25 manns hafa sett sér sérstaka jafnréttisáætlanir eins og gert ráð fyrir í síðustu áætlun samkvæmt lögum. Sett var fram aðgerðaáætlun Akureyrarbæjar gegn kynbundnu ofbeldi og ofbeldi gegn börnum og listin ekki tæmandi. Eins og fram hefur komið í bókun bæjarstjórnar verður núna lögð áhersla á kynjasamþættingu og kynjafjárhagsáætlun að þessu sinni. Stefnt á að vinna með öllum í ráðinu að endurskoðun jafnréttisstefnu svo allir flokkar koma að borðinu sem og aðrar nefndir bæjarins. Mikilvægt að jafnréttisstefna sé allar nefnda og deilda ekki bara Samfélags- og mannréttarráðs þó að sjálfsögðu að það beri ábyrgð. Þegar ný stefna tilbúin munum við að sjálfsögðu kynna hana fyrir bæjarstjórn. Mér langar svolítið að nefna að síðasta fimmtudag þá var haldin fræðsla og vinnufundur varðandi kynjafjárhagsáætlanagerð og kynjasamþættingu þar sem var boðaðir til embættismenn, allir bæjarfulltrúar og formenn nefnda og þá eru svona formleg vinna að innleiðingu hafin, myndi ég segja. Já, og það bara tókst rosalega vel. Þegar ný stefna tilbúin munum við að sjálfsögðu kynna hana fyrir bæjarstjórn en mín tillaga bókun núna svohljóðandi.
Bæjarstjórn samþykkir að fela Samfélags- og mannréttindaráði að endurskoða jafnréttisstefnu Akureyrarbæjar í samráði við nefndir og deildir bæjarins eftir því sem við á. Ný stefna verður lögð fyrir bæjarstjórn til samþykktar mitt árið 2015. Takk. Silja Dögg Baldursdóttir, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Margrét Kristín, bæjarfulltrúi, biður orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka Silju Dögg bæjarfulltrúa fyrir það innlegg sem hún kom með hérna áðan og mér líst mjög vel á það, því sem hún lýsti í hvernig vinnan á að fara fram við endurskoðun á jafnréttisáætluninni, að það verði rauninni leita til annarra nefnda líka með samstarf. Ég tel það mjög mikilvægt. Og eins líka þakka fyrir mjög ánægjulegt námskeið síðastliðinn fimmtudag í kynjari fjárhagsáætlanagerð. Föstudag, fyrirgefðu. Ok, fyrirgefðu, föstudag. Það var einstaklega fræðandi og mikilvægt að í rauninni sem flestir kjörnir fulltrúar og í rauninni stjórnendur, embættismenn, starfsfólk Akureyrarbæjar fái fræðslu og sjá í rauninni hversu mikilvægt þetta og í rauninni líka hversu auðvelt þetta getur verið. Það í rauninni tvennt sem að mig langar að nefna sérstaklega við endurskoðun jafnréttisáætlunar sem að mér finnst við standa kannski svona sérstaklega frammi fyrir en við þurfum í rauninni að taka ákvörðun það hvort að við ætlum áfram að vera í þessari eiginlegu jafnréttisstefnu sem við höfum verið í hingað til, þar sem að farið eftir í rauninni jafnrétti milli karla og kvenna og þá í rauninni í samræmi við lög jafna stöðu karla og kvenna, eða hvort að við förum út í að víkka stefnuna út í eiginlega mannréttindastefnu sem að til dæmis Reykjavíkurborg hefur gert. Og ég veit einmitt að Samfélags- og mannréttindaráð hefur einmitt verið að ræða þetta. Og annað sem að líka að við þurfum líka að hugsa þegar við erum að endurskoða stefnuna að sníða okkur stakk eftir vexti, af því að við erum í þeirri stöðu að við erum með jafnréttisfulltrúa sem að sinna öðru starfi líka. Og það voru verkefni í eldri jafnréttisstefnu bæjarins sem að í rauninni var ekki alltaf sinnt. Það voru verkefni sem að var ekki alltaf fylgt eftir og þá í rauninni líka bara af því að það bara gafst ekki tími til þess, ekki það að þau hafi ekki verið mikilvæg eða eitthvað svoleiðis. Og ef við ætlum að láta stefnuna vinna fyrir okkur eða með okkur, þá þurfum við að byggja hana þannig upp að verkefnin séu svolítið, ég veit ekki hvort þetta segja, verkefnin séu sjálfbær, en þannig að jafnréttisfulltrúi þurfi ekki stöðugt að vera að ýta á eftir málum. Já, auðvitað væri fullkomið fyrirkomulag þannig að í rauninni kerfið sjálft myndi sjá þetta sjálft, að við þyrftum ekki alltaf að vera að ýta á eftir verkefnum eða minna á eða kalla eftir. En eins og staðan í dag, þá erum við í þeim sporum að við þurfum að gera það. Þannig að rauninni þó svo að það eru verkefni sem við gætum vilja koma með inn í nýja jafnréttisstefnu sem að væru einmitt bara mjög spennandi eða flippuð eða eitthvað út fyrir kassan, en við getum ekki leyft okkur að gera alveg allt. Ef við ætlum, ef við ætlum að ná að sinna verkefnunum með fullnægjandi hætti. En já, takk fyrir. Margrét Kristín, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sóley Björk, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú að byrja því að hoppa hæð minni í loft upp yfir því að við ætlum að endurnýja jafnréttisstefnuna. Ég ætla ekki að gera það samt en ég fagna. Og þetta er mjög mikilvægt málefni. Ég hef samt svona ákveðnar áhyggjur af því að ég held við vitum alltaf að það er ekkert nóg að hafa stefnu og það verður að vera svona mælanleg markmið og það voru mælanleg markmið í síðustu stefnu og það voru mjög ákveðin verkefni og sem að eftir því sem ég best veit og náttúrulega kannski bara beina spurningum til Silju sem að kannski hefur betri yfirsýn yfir hennar málaflokk og ég ætla bara svona kannski að nefna pikka út einhver sem að ég hef kannski svona efasemdir að hafi verið unnin af því að þú nefndir að
jafnréttisáætlanir hafa verið unnar hjá stofnunum sem að þá við, þá stendur í verkefni í gömlu jafnréttisáætluninni að settar verði á stofn jafnréttisnefndir hjá þessum stofnunum, auk þess að vinna jafnréttisáætlun. Þannig ég er bara svona að spyrja, sko, hefur þetta verið gert? Að mín tilfinning svo að það hafi nefnilega ekki komist alveg nógu vel í verk og all þessi verkefni, þessi góðu og brýnu verkefni sem voru í síðustu jafnréttisáætlun. Einnig kemur fram að það sem að ráðið sig í störf hjá bænum skuli unnið að því að jafna hlut kynjanna og þar undir meðal annars verkefni einnig skal kanna möguleika á sértækum aðgerðum til að rétta kynjahalla í störfum. Þar nefndi þú bæjarfulltrúi Silja Hlíð og það sem hefur verið unnið þar, en ég myndi vilja vita hvað hefur verið unnið fleira og hvað möguleikar hafi kannski verið kannaðir. Og alls konar þú nefndir fræðslu staðalímyndir og mögulega leiðir til að vinna gegn því að störf flokkist í kvenna og karlastörf og þar kemur fram að skuli verið í boði árlega. Ég er bara svona veltaði fyrir mér hversu vel við höfum náð að fylgja þessum verkefnum sem hafa verið sett, gerðar verði samantæktir á nýtingu stjórnenda og stjórnendafræðslu sem í boði hafa þessi samantæktir verið gerðar og það eru fleiri verkefni sem og auðvitað þyrftum við náttúrulega bara að fara yfir öll þessi verkefni skipulega, reglulega. En ástæðan kannski fyrir því að ég er að ræða þetta er það að ég hef hreinlega þá skoðun og hún er þá rökstudd með því að við höfum ekki náð að framfylgja þessari áætlun, að það sé bara hreinlega ekki nóg fyrir okkur að vera með jafnréttisráðgjafa eða jafnréttisfulltrúa sem að sinni starfi sínu ásamt því að vera framkvæmdastjóri samfélags- og mannréttindadeildar. Og ég held að þetta sé bara því miður að því að auðvitað er bara frábært hvað Akureyrarbær hefur staðið sig vel í jafnréttismálum og algjörlega dásamlegt og eina af fjölmörgum ástæðum fyrir því að hér er gott að búa. En við erum náttúrulega ekkert fullkomin og við erum ekki jafnrétt. Mér langar bara kannski að nefna sem dæmi bæjarfulltrúi Silja og komst inn á að formönu nefnda nýju nefndum aðeins 3 konur, ef ég heyrði rétt. Af 15 embættismönnum aðeins 6 konur. Inn á bæjarráðsfundum sitja fleiri karlar en konur og 4 á móti 2, þannig að okkur vantar ýmislegt upp á og ég bara benda það og ég held að sé bara mjög mikilvægt vegna þess að síðasta jafnréttisáætlun er bara mjög góð og vel gerð og verkefnin að mínum að til mjög góð, en við verðum að fylgja þessu eftir og við verðum að vera með mannesku og því miður hef ég enga trú á því að við séum nálægt þeim stað að þetta bara vinni sig sjálft. Þannig að ég vil bara leggja áherslu á, ég tel mjög mikilvægt að við næstu fjárhagsáætlanagerð þá reynum við að gera ráð fyrir því að hækka starfshlutfall og marka starfshlutfall jafnréttisfulltrúa. Takk fyrir. Óli Björk, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu, næst tekur til máls Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja að þakka Silju Dögg Baldursdóttur, bæjarfulltrúa, fyrir þessa yfirferð sem að hún flutti okkur hér áðan, sem var bara á margan hátt mjög ánægjuleg og það er líka mjög ánægjulegt að það skuli eiga að fara að endurskoða jafnréttisstefnuna og skerpa á henni. Ég held að sé full ástæða til. Ég vil svona líka velta því upp og taka undir með bæjarfulltrúa Margréti Kristínu, hvort það sé ekki ástæða til að velta því upp hvort við ættum að setja okkur mannréttindastefnu sem að jafnréttisstefnan er hluti af og taka þar með á öllum þessum málum. En hins vegar má það ekki verða til þess að við missum sjónar á jafnréttisþáttunum sem snúa að jafnrétti karla og kvenna. Því að þar er verk að vinna, það er alveg klárt mál. Það hefur komið fram í niðurstöðum rannsókna sem að hafa verið kynntar nýlega eða fyrir 2-3 árum að það hefur frekar sigið á ógæfu hliðina hvað varðar viðhorf ungs fólks til jafnréttis kynja.
og staðalímyndir kynjanna eru bara hreinlega ekki í lagi í viðhorfum ungs fólks í dag, og það er eitthvað sem við hljótum að þurfa að taka til okkur að vinna í raun og veru gegn. En þarna erum við kannski að fást við með flókin verkefni sem tengjast í hvað það er sem hefur áhrif á það hvaða viðhorf ungt fólk mótar með sér gagnvart jafnrétti. Og það er bara eitthvað sem að við þurfum virkilega að leggjast ofan í og velta vel fyrir okkur. Annað sem er líka verulegt áhyggjuefni, það er það að við sjáum varla karlmenn inn í leikskólum, starfandi í leikskólum. Það hafa reyndar þau undur og stórmerki gerst að á Naustáðatjörn held ég séu 5 karlmenn starfandi núna og þykir alveg frábært. Þetta er raun og veru alvarlegt mál, og það er líka alvarlegt mál að í grunnskólanum er sáralítið karlmennu starfandi, þannig að staðalímyndirnar og það sem að börn alast upp við eru fyrst og fremst svona kvenleg viðhorf og sjónarmið með einhverjum hætti sem að koma í gegnum starfið þar, og við hljótum ef við ætlum að takast á þennan vanda með einhver raunverulegum hætti líka að reyna að jafna stöðu kynja í þessum störfum. Og það er bara mjög alvarlegt í þessu þjóðfélagi allsnægta að við skulum ekki geta unnið og skipulagt stéttir og störf með þeim hætti að við séum með jafnara hlutfall kynja þar inn. Þetta er verkefni sem við getum lagt eitthvað á vogarskálarnir í, alveg klárlega. Þannig ég bara fagna því að þessi tillaga sé komið fram, og ég vonast til að þessi stefna verði unnin með þeim hætti að þarna verði skýrt skilgreind verkefni með markmiðum og viðmiðum og tímasett. Þannig að við sjáum svona nokkuð hvernig okkur miðar í vegferðinni eftir því sem á árin líða. Takk. Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls Logi Már Einarsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla líkt og aðrir byrjaði að þakka Silju Dögg, bæjarfulltrúa, kærlega fyrir hennar framsögu, og ég styð það heils hugar að við vindum okkur í að endurnýja þessa jafnréttis stefnu Akureyrarbæjar. Mér langar aðeins að koma inn á tvennt sem að bæjarfulltrúar nefndu hérna áðan. Í fyrsta lagi það sem bæjarfulltrú Margrét Kristín Helgadóttir talaði að víkka út jafnréttisstefnuna og gera þetta eins konar mannréttindastefnu. Mér finnst það auðvitað alveg komið til greina. Ég samt ímyndaði mér nú að við værum að fara í vinnu við slíka stefnu. Ég tel að velferðarstefnan hljóti að vera mannréttindastefna og jafnréttisstefna í víðasta skilningi þess orðs. Hins vegar erum við bundin að lögum hvað varðar jafnrétti kynjanna, og í lögum nr. 10 frá 2008 þá er okkur gert að setja okkur kynja jafnréttisstefnu, þannig að ég held að við komumst nú ekki hjá því. Þannig þið leiðrétt með ef ég miskilið eitthvað, en ég ímynda mér að velferðarstefnan ætti að geta náð utan mannréttindahlutann. Bæjarfulltrúi Sóley nefndi hins vegar með jafnréttisfulltrúann, og þar hef ég verið sammálinni. Ég tel að það geti verið rök fyrir því tímabundið allavega að við séum með fyrirkomulag líkt og áður var, þar sem við hefðum jafnréttisfulltrúa að minnstakosti í skilgreindu starfshlutfalli. Ég held að reynslan hafi sýnt, ekki bara hér í þessu bæjarfélagi heldur mörgum öðrum, að þegar að menn að gegna kannski 2-3 ólíkum störfum og það er ekki skilgreint hvað á að fara stór hlut í hvert og eitt, þá hefur það ekki endilega gefist vel. Þetta eru auðvitað mál sem hafa verið oft rætt hérna í bæjarstjórn, og á fyrra kjörtímabili þá var nú bæjarfulltrúi Vinstri grænna, Andrea Hjálmsdóttir, einkar dugleg við að halda þessu lofti og hvetja ykkur til dáða, og þannig að málið er kunnulegt.
En aðeins bara vegna þess að hér var farið með tölfræði áðan, þá er rétt að leiðrétta bara villur sem voru hafðar hér fram. Af 9 nefndarformönnum föstu nefndana, þá voru 4 nefndarformenn konur, ekki 3. Af 14 embættismönnum hjá Akureyrarbæ, þá voru 8 embættismenn konur. Vissulega eru fleiri kallar í bæjarráði, en bæjarráði nú líka held ég eina nefndin, þar sem að hvílir ekki svo lagaskylda að jafna kynjahlutföll, og það helgast af því að öllu jöfnu sitja í sveitarráðum og bæjarráðum oddvitar, og það er ekki heimilt held ég að sitja kynjagirðingar á bæjarráð. Ég held að þessi undantekning í lögum. En ég ætla að ljúka á því að segja svo gleðilegu tíðindin eru auðvitað þau að hér í þessum bæjarstjórnarsal eru konur í meirihluta, og það eru 6 konur hérna, og ég vona svo sannarlega að það hlutfall riðlist ekki mikið í framtíðinni. Logi Már Einarsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sóli Björk, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara þakka fyrir leiðréttinguna og ég held að þetta sýna ennþá betur fram á hvað er rosalega mikilvægt að gera úttektir á því stöðumála, því að stundum hefur maður bara tilfinningu fyrir einu og öðru. Þarna var ég búin að vera að telja í huganum og greinilega er ég ekki nóg mikil kerfisfræðingur til að vita nákvæmlega hverju er embættismenn og hverju er ekki. Þannig að ég biðst bara afsökunar því að þakka fyrir leiðréttinguna, því að mjög mikilvægt að við séum með staðreyndirnar á hreinu í þessu máli. Og en hvað til dæmis varðar bæjarráð, þá finnst mér mér finnst ekkert að við eigum endilega að hugsa þetta alltaf út frá því að standa við lágmarks reglur og lög. Við eigum að vilja jafnrétti og ekki af því einhver segir okkur við eigum að hafa jafnrétti. Og ég stend líka þeirri meiningu að það sé hreinlega bara alltaf hægt að finna lausnir á málunum, og það séu alls konar möguleikar sem er hægt að velta upp til þess að ná til dæmis jafnrétti í bæjarráði. Takk fyrir. Sóli Björk, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Orðið er laust. Silja Dögg, bæjarfulltrúi, biður orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja að þakka Loga fyrir leiðréttinguna fyrir formenn nefnda. Ég hef eitthvað lesið vitlaust. Ég kannast ekki við að settar hafa verið á stokk jafnréttisnefndir í fyrirtækjum bæjarins, og það er til yfirlit yfir það sem tókst að gera, og vissulega hefði kannski verið hægt að gera enn betur, og ég veit að stundum hefur reynt á framkvæmdastjóra samfélags- og mannréttindadeildar að sinna hlutverki jafnréttisráðgjafa. Mér finnst mjög spennandi að hugsa það að það sé til jafnréttisráðgjafi, en mér finnst líka mjög spennandi að hugsa til þess að allir nefndamenn, bæjarfulltrúar og embættismenn setji alltaf upp kynjaglirun við allar ákvarðanatökur, og það verði svona eðlislæg hugsun. Og það þyrfti ekki að hafa einhver til að minna á að hugsa jafnrétti. En það er spurning hvort við séum þar ennþá. Ég persónulega styð það að það sé ráðinn verkefnastjóri sem myndi sinna jafnréttismálum og myndi jafnvel sinna líka innleiðingu, kynjaðri samþættingu og kynjaðri fjárhagsáætlanagerð. Takk. Silja Dögg, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Orðið er laust. Eiríkur Björn, bæjarstjóri, biður orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bara kom inn á nokkra hluti sem að mér bara hafa gleymst aðeins í umræðinni, eða sem nú aðalega til upplýsinga að sjálfsögðu. Það er þannig að við höfum sett á reglu að við auglýsingu starfa að þá sé það tekið sérstaklega fram að við hvetjum bæði kynin til þess að sækja störf hjá bænum, og það má þá segja að það sé líka gert á markvisst, það sem er verið að auglýsa eftir það sem er kynjahalli, að bara sem dæmi eins og var hér aðeins komin inn á áðan varðandi í leikskólum, varðandi kennara og annað, að þá hafum við hvatt karlmenn til þess að sækja til þar. Þannig að þó það sé ekki gert, það sýnilega en þetta, þá er það allavega í rauninni ákveðin viðleitni og ákveðin markmið sem við höfum sett okkur þar. Ég vil líka vekja athygli á því að varðandi umræðuna jafnréttisfulltrúan, þá hef ég lítið svo á að fyrirverandi jafnréttisfulltrúi sem nú er starfandi aðstoðarmaður bæjarstjóra hefur
að sjálfsögðu ennþá kynjagleraugun uppi og hún mjög dugleg að minna á, og eins og við kynntumst meðal annars daginn á námskeiðinu, þar sem hún leiddi námskeið kynjaða fjárhagsáætlun, að hún ég get ekki kalla hana viðbót, hún allavega í rauninni ennþá við störf og starfa sem jafnréttisfulltrúi í þeirri merkingu líka, og við höfum passað upp á það að hún hafi það hlutverk áfram. Það er að segja sinna jafnréttismálum og ekki síst að halda því á lofti. Þetta var svona það helsta sem ég vildi nefna, en það er annað varðandi samt jafnréttis umræðina, eða það er sú kennsla sem að starfsmenn hafa fengið gegnum tíðina. Hún er náttúrulega gríðarlega dýrmæt, og sú vinna sem við erum að fara í sem snýr að samþættingu í jafnréttismálum, að þá skiptir mjög miklu máli að starfsmenn séu almennt bara meðvitaðir sitt hlutverk, hvort sem það eru karlar eða konur í starfi sveitarfélagsins. Og ég held að okkur hafi tekist það, ég held að Akureyrarbæ hafi tekist það, en síðan er þetta sérstakt verkefni sem að bæjarfulltrúar hafa komið ágætlega hérna inn á áðan, það er að jafna svo þennan hlut með hvort sem það er gert með handafli eða ekki. Takk fyrir. Björn bæjarstjóri hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þar sem enginn hefur kvætt sér ljós, þá les ég eftirfarandi bókun. Bæjarstjórn samþykkir að fela Samfélags- og mannréttindaráði að endurskoða jafnréttisstefnu Akureyrarbæjar í samráði við þær nefndir og deildir bæjarins eftir því sem við á. Ný stefna verður lögð fyrir bæjarstjórn til samþykktar fyrir mitt ár 2015. Þeir sem geta samþykkt það gefi merki. Það er samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.